hefur verið í áratugi. Framkvæmdir og endurbætur skolplagna eru sveitarfélögunum dýrar en þær eru orðnar brýnar til dæmis á Eskifirði. Það var ófögur sjón sem mætti Þórarni Hávarðarsinni, fréttaritara okkar á staðnum. Í öllu tali trjárækt og ræktur lands vert að huga að því sem fólki í landinu sér ekki eða vill ekki sjá. En það eru skolplagnir sem liggja næstum á þurru landi bæði frá fyrirtækjum og íbúðahverfum. Og hér inn í botni Eskifjarðar sláandi dæmi mengun frá skolplurum. Svona ástandi víðast hvar Austurland. En hversu alvarlegt ástandið? Kjartan Hreinsson, heilbrigðisfulltrúi. Ástandið tiltölulega alvarlegt en mismunandi þó eftir stöðum og eftir eðli staðana, eftir atvinnurekstri og öðru slíku. En það hvergi gott og virðist vera eins og hafi kannski ekki verið fylgst nógu vel með þessum málum á undanförnum árum eða áratugum. Og það ekki nokkur staður sem uppfyllir heilbrigðisreglugerðir eða mengunarvarnarreglugerðir, svo vel sé. Eru fyrirhugaðar einhverjar úrbætur á þessum málum? Já, síðastliðið haust þá sendi ég öllum sveitarstjórnum hérna bréf og bað þær að gera áætlanir úrlausn á þessum skolpmálum til nánustu ára, 3 til 5 ára, að gera raunhæfar áætlanir og ætla til þess fjármagn á fjárhagsáætlun hvers árs. Viðbrögðin eru þokkaleg, menn eru búin að setja inn 1 til 2 skolpræs í hverju bæjarfélagi á fjárhagsáætlun þessa árs og ætla sér greinilega að takast á við þetta vandamál, en þetta alls ekki einfalt því að lagnakerfi bæjanna eru víða í ólestri og nánast eins og flugur hafi skriðið beint upp úr bleggbyttu og dottið hann á pappír. Þannig að mann veit ekkert hvernig sumar lagnir eru. Væri það ekki alveg kjöri fyrir flokkana sem að fara að bjóða fram núna í bæjarstjórnarkosningum að taka þetta á stefnuskrá sína? Vitanlega ætti það að vera það. Þetta eitt af þeim málum sem skipta hvað mestu máli. Það eru neysluvatn, það skólp, það sorp og svo önnur mengun. En þetta sést ekki, það gleymt þá grafiðar og mikið skynsamlega að byggja íþróttahús og leikskóla og annað slíkt fyrir kosningar.